Jæja, kæru blikar, nær og fjær, eins og Heisi segir alltaf. Þá styttist í næsta stórleik Valur á Laugardalsvelli á mánudaginn. Í dag laugardagur, eins og þið sjáið hér fyrir aftan, að þá eru strákarnir að hita upp fyrir leikinn og við ætlum að taka nokkra þeirra tali til að heyra hvernig stemningin er. Jæja, Guðjón Pétur, Valsmenn á Laugardalsvelli á mánudaginn, hvernig leggst það í þig? Það leggst bara vel í mig. Það verður hörkuleikur, tvö mjög góð lið og það verður mjög spennandi að sjá hvernig það fer. Nú er þetta þínir gamlu félagar, hvernig er að mæta þeim svona í svona hörkuleik? Þetta er nú orðið eitthvað 4. og 5. skipti og það er alltaf mjög gaman bara. Þetta er mjög vænt Val og frábær tími sem ég átti þar en nú er ég hérna og það verður bara tekið almennilega á því. Hver er lykillinn að því að vinna Valsmenn? Ég myndi að segja að það sé að loka þeirra hættulegustu menn og spila þéttan varnarleik og svo þurfum við að setja einhver mörk á það til að klára þetta en aðalega að vera með þéttan góð varnarleik þá er málið, þá getur allt unnið. Nú varstu settur í kannski þína uppáhaldsstöðu í síðasta leik. Hvernig er að fá að spila þarna? Þetta er náttúrulega bara staða mín og gaman að fá að spila hana. Ég vona að ég hafi náð að stimpla minn og vonandi að maður fá að halda stöðunni. Nú er þú verið aðeins að kommentera á svona assist eins og þið segja í Ameríku. Skiptir það miklu máli? Já, þú skorar ekki mörk að það er ekki en assist, þannig að ég myndi halda það sé með mikilvægt að þeir séu skráð. Þannig að það er stóðkonunga sérfræðingurinn Guðjón Pétur sem að gefur tónin fyrir valsleikinn. Já, klárlega. So, Jonathan Glenn, welcome to Breiðablik Football Club. Thank you. How is it being here playing green in Kópavogur? It's pretty good. The guys are fantastic. I think we have a really good squad. The coach is really good and the support has been awesome, so I'm looking forward to it. Can you tell the fans of Breiðablik a little bit of thing about yourself? Well, I came from IBV. Before that, I was playing in the States, and I'm originally from Trinidad and Tobago. I also play for Trinidad and Tobago. Yeah. You just came from the Gold Cup. How was it playing against all those big teams there? Yeah, it was a fantastic experience. The quality is very, very high. It's the biggest tournament that we play in outside of World Cup qualifiers, trying to get into that. But that for us is like the biggest tournament for us. So it was huge for me to be there and experience all that. Yeah. Now we are playing Valur. How does that feel to play against the Red Ones? That's a massive, massive game for us because if we win that game, it will put us in a really, really strong position. So we're really, really preparing for that and getting ready to give it all to get the victory. Mr. Glenn, thank you for the interview. You're welcome. Jæja, Valsmenn á mánudaginn, engi smá leikur. Hvernig leggst þetta í þig? Já, bara eins flesti leikir leggst bara vel í mig. Hver leikur núna, því að mótið náttúrulega fara að styttast. Þannig að það eru 8 leikir eftir, þannig að hver leikur er eiginlega úrslitaleikur ef við ætlum að ná þeim markmiðum sem við settum fyrir mótið og við klárlega förum inn þennan leik til að sækja 3 stig og það er mjög mikilvægt að sækja 3 stig til að halda okkur inn í þessari baráttu og koma okkur nær toppnum þar sem við viljum vera. Nú er leikurinn á Laugardalsvelli. Skiptir það einhverju máli? Nei, ætli það sé ekki svolítið bara svona hlutlaust. Ég veist að Valsmenn hefur kosið að spila þetta á Hlíðarenda en það sem þeir eru að fara í framkvæmdir með nýjan völl þá held ég að eitthvað er þá ég held þetta sé svona fyrir þá er þetta já, eins og ég segi, þeir eru kosið að spila heimavelli. Þetta er alveg jafn slæmt fyrir þá að fara á Laugardalsvöllinn. Þetta er ekki uppáhaldsvöllurinn okkar Blika og ég held að þetta sé ekkert uppáhaldsvöllurinn þeirra Valsmanna. Þetta verður bara 50-50 leikur. Nú er tölfræðin svona í gegnum síðustu ár okkur frekar hagstæð. Skiptir það einhverju máli á mánudaginn? Það held ég ekki. Það er voða gott að hafa góða tölfræðin en það hjálpar okkur ekkert á mánudaginn. Við þurfum að vera vel stendir og eiga toppleik til að fara þar með 3 stig. Því að Valur er með flott lið og hafa verið að spila vel svona heilt yfir í sumar þótt að kannski ekki náðu úrslitum í síðustu 2 leikjum en eru komnir í úrslit í bikarnum og eru verðskulda þar. Þannig að þetta er klárlega eitt af, og það er ekki tilviljun að þeir eru þar sem þeir eru. Þannig að þetta verður hörkuleikur og við þurfum bara að eiga okkar besta leik til að sækja 3 stig. Hvernig er staðan á mannskapnum okkar? Ég held að það sé bara mjög góð. Ég held að það er allir hérna heilir og það er svolítið hugverkur fyrir þjálfarana að velja hópinn og velja byrjunarlið sem er bara mjög gott. Lúxusvandamál sem sagt.
Þakka þér fyrir, Arnar. Takk. Jæja, Höskuldur, til hamingju með frábæran leik á móti Keflvíkingum. Hvernig var að vera komin svona í gott form á nýjan leik? Það var bara kær komið, tíminn komið til, komast aftur í almennileg stand á völlinn og bara gaman að vinna 4-0. Segðu okkur aðeins frá því, hvað gerðist eiginlega með þig? Í veikindunum. Já. Ég fekk hettusótt og var rúmliggjandi í 2 vikur. Það tók svona sinn toll og tók smá tíma að koma aftur en það er fljótt að koma samt þegar maður er búinn að æfa alla vetur eins og skepna. Núna eru það Valsmenn á Laugardalsvelli, hvernig leggst það í þig? Bara vel, þetta er ekki beint heimaleikur að heyra, þetta er svona nútral bikarleikur eiginlega fyrir fram á Laugardalsvelli, þannig að við ættum að nýta okkur það og gaman að spila bara á Laugardalsvelli og reyna að komast 4 stöðum á undan þeim. Nú eru vakið mikla athygli, ekki bara Blika, heldur almennt í knattspyrnuheiminu, svona samvinna ykkar Kristins þarna vinstra megin. Hvernig er að spila með svona frábærum vinstri bakverði? Það er náttúrulega bara forréttindi, hann gerir mig miklu betri og vonandi ég öfugt á hann og það er náttúrulega bara við búin að æfa vel saman og þekkja hvern annan vel utanvallar og innanvallar og það hjálpar mikið inn á vellinum eins og sést. Núna er ekki ólíklegt að svona erlend lið sé farin að skoða, er það nokkuð að trufla þig í knattspyrnunni? Nei, alls ekki. Það bara bústar að hafa gaman og spila vel ef eitthvað er sko og það er ótrúlega gaman að spila hérna með Blikum núna og ég bara einbeita mér að því eins og staðan núna sko. Segir Höskuldur Gunnlaugsson en hann ætlar að mæta í fínu formi á Laugardalsvöllinn á mánudaginn. Við minnum alla Blika á það að Blikaklúbburinn og allir Blikar ætla að mæta í Þróttaraheimilið klukkan 5:30 til þess að hita upp og við látum vel í okkur heyra. Þannig að Höskuldur, bara sjáumst á mánudaginn.